Gaman að fá þig svona aftur. Bara gaman að sjá þau. Hvað segir Þór? Ég segi bara rosa gott. Það er bara gott að mér að frétta og ég meðist ég lifa bara í ævintýri. Draumar mínir að rætast og ég bara finnst mér á góðum stað í lífinu. Ég fengi mikla viðurkenningu fyrir mín störf og upp á síðkastið og svo viðurkenning er í því að fjölskylda mín hefur verið að stíga inn í minn heim. Mér fannst ég á sín tíma að vera svarti sauðurinn í fjölskyldinu og ég er búin að fara í gegnum lífið að svolítið vera palli einn í heiminum, hugsa öðruvísi og finnast ég vera skrítin. En núna hefur fjölskylda mín verið að stíga inn í minn heim og þykja hjálp frá mér og að stíga inn í annan heim að plantmedicine og ég er að sjá alveg, það er náttúrulega fólk sem ég er búin að þekkja alla mína ævi og ég er að sjá gríðarlega breytingu á fjölskyldunum minni og mér finnst ég vera að upplifa vitundarvakningu inn í fjölskyldunum minni. Og ég gæti ekki fengið meiri viðurkenningu fyrir það sem ég er að gera, fjölskylda mín leitar til mín, ráða og leiðbeiningar inn í hennan heim og það er bara stærsta viðurkenning sem ég gæti óska eftir, Þannig að... Það er fallegt. Já, mér finnst það er líka bara... Það er eitt að fá fólk sem maður er að hitta kannski fyrst skipti þegar það kemur í athöfn en þegar maður er að fá fólk sem maður er búin að þekkja alla sinna ævi og sjá bara umbreytinguna á fjölskyldu sinni og sjá bara fólk, bara stíga út úr þunglindi, ADHD og kvíða jafnvel og fá bara öðruvísi yfirsýn yfir lífið og byrja að sjá það í öðru ljósi og Þannig að það er bara, meðanst ég lifa bara í einhvers konar ævintýri og það er ég er að fá tækifæri til að ferðast mikið og bæði heiminn og í aðra víddir líka og ég dreg mikinn lærdóm af bæði og þegar ég er að ferðast og þá er ég að ferðast fyrir plantmedicine og ég er að fara í athafnir erlendis og halda áfram mínu ferðalagi inn í þessum heimi og hver skipti sem að ég fer inn í þessi rými að með mismunandi plantmedicinum þá er mikill lærdómur í hver skipti og ég fæ tækifæri til að þroskast á bara öðru leveli þannig séð. Og svo er það, algaldurinn er að færa í raun og veru upplýsingarnar sem ég fæ inn í þessum ferðalögum inn í raunveruleikann. Hvernig get ég verið öðru fólki fordæmi, hvernig get ég notað þá visku sem ég fæ inn í þessum ferðalögum til að hjálpa fólki og ég hef öðlast bara, ég hef upplifað kraftaverk inn í þessum ferðalögum, inn í athöfnum og ég hef séð bara kraftaverk raungerast hluti sem ég get ekki útskýrt nema bara með þeim orðum að þessi kraftaverk og batinn sem að ég sé fólk öðlast og frá fíkn og frá bara eymd og volaði. Hvað með þegar við tölum aðeins það nú er svona síðan við töluðum síðast held ég að mér sé óhætt að segja að þetta sé bara búið að herðast á því að það er alltaf fleiri og fleiri Íslendingar að stíga þessi skref að fara í, hvort sem við köllum það hugvíkandi efni eða plantmedicine eða, einhver þannig ferðalög og manni finnst það eru margir sem eru ekki alveg að ná að integrata nógu vel og þá kannski að fara í ferðalag og svo ferða aftur eftir einhver tíma og það verða bætingar eða eitthvað breytist en samt er þetta ekki að ná að því ef ég tala fyrir mig þá fær maður að sjá hverju maður þarf að breyta en svo er það undir manni sjálfum komið að vinna þá vinnu Klárlega Integration eða það sem við kallum integration eftirvinnan það sem skiptir mestu máli að það
eru mismunandi gluggar eftir hvaða plantmetir sem þú ert að vinna með en það sem að rannsóknir hafa sýnt okkur er að það eru það sem við kallum malleability eða mótanleiki heilans, þetta er eins og þegar við erum börn þá er við auðveldra með að læra tungumál og svo lokast þessi gluggi að hann þrengist, þessi lærdómsgluggi, þessi mótanleiki heilans að búa til nýja taugabrautir, búa til nýja ávana og þetta það er aðeins flóknara, það er meiri það er aðeins meira krefjandi eftir því sem maður eldist. En það sem að rannsóknir eru búin að sýna núna er að þessi gluggi þarf að opna þennan glugga með plantmedicine. Þannig að eftir hvaða plantmedicine þú ert að vinna með þá opnast þessi gluggi allt frá 2 og upp í 4 vikur. Iboga hefur lengsta gluggan sem 4 vikur. Og þannig að við erum rannsóknirnar, það er að koma rannsóknir fram bara reglulega sem að sýna fram á það að þetta bæði þetta eins og sílósípin er að yngja frumurnar. Það er að bara á cellular level sjá vísindamenn að frumurnar að yngja, þannig að það er að hjálpa okkur að ítum til langlífi og það sem að flestir þessu efni gera, þeir vinna beint ofan í taugakerfi, á cellular level inn í taugakerfi og það að mínu mati hefur alltaf verið, ég hef alltaf litið á þannig að ef að þú ætlar að heila manneskju að þá er ekki nóg að vinna bara með einkennin sem að viðkomandi er að eiga við heldur að heila taugakerfi, númer 1, 2 og 3, það er dominant, það sem að ræður öllu taugakerfi, þannig að ef taugakerfi er í steik þá er meltingakerfi og öndunarfæri og annað geta farið úr jafnvægi. Þannig að það sem að það eru bara rannsóknar sem að koma fram á þessum efnum eru rosalega jákvæðar og heilbrigðiskerfi mjög seint að taka við sér, finnst mér skilur með við hvað þessar rannsóknir að sýna fram á, en það sem erfitt með rannsóknir á psychedelics er að ef þú setur einhvern í placebo rannsóknar þá þú veist strax hvort að þú fékkst virka efni eða ekki, skilur. En það er allavega mjög jákvæðir hlutir að gerast og ég sé náttúrulega á hverjum degi hvað þetta að gera fyrir fólk og hvernig þetta að breyta lífi fólks til eins betra. Mér finnst ég að hafa, því nú og ég eftir að prófa, nú er ég búin að prófa nánast alltaf þessu, eða flest, en ekki Iboga. Já. Mér finnst það vera það sem ég að heyra mest. Það náttúrulega klárlega líka það sem verið að gera það á klinikum þar sem eru hjartalínuritt og fagfólk og annað, því það getur verið hætta sem fylgir Iboganu. En mér finnst ég raunverulega verið að heyra að fólk sé raunverulega breytast á því. Mér finnst ég að heyra meira bara alvöru miklar breytingar á því heldur en á hinum efnunum. Já, það núna var að fara það var semst nýlega fór á staðista enga fjármögnuð rannsókn í Bandaríkjunum sem það var safnað $50 milljónum til að rannsaka Iboga fyrir semst aðalega verið að fókusa þar á uppgjafar hermenn og hermenn með PTSD og stríðsjáða einstaklinga því að þeir hafa verið að sækja til Mexíkó, það sem þetta ólöglegt í Bandaríkjunum og þeir hafa verið að fara til Mexíkó og það verið undraverður árangur. En eins og varst að nefna þannig að þá í raun og veru með þetta allt saman og þá er eftir vinnan það sem skiptir máli og það og við eins og ég og við sem störfum við þetta að allir sem að gera þetta vel að þeir leggja áherslu á þessa glugga sem að mynda að inn í þessum glugga að ef þú vilt búa til nýjan ávana eða þú vilt breyta lífin að þú notar þessa 2 til 4 vikur til þess að vinna úr því sem að gerast í ferðalaginu því að ferðalagið katalist fyrir breytingu. Þú getur fengið alls konar upplýsingar hvað það sem að stendur þér í vegi, hvað það sem þú þarft að breyta til eins betra, til að vaksa og þrífast sem manneskja.
og þessi efni hafa vitund og þau tala til okkar og þannig að það þetta integration sem að skiptir gríðarlega miklu máli að minn draumur væri sá að allir myndi bara geta farið upp í sögumbústaði 2 vikur og slökkt á símanum sínum eftir svona ferðalag en í raunheimum að þá það ekki raunhæft skilur en það svona væri minn draumur skilur þegar þú segir þetta þá finnst mann einmitt alveg svona að maður geti alveg ef einhver að fara í ayahuasca eða hvað sem og viðkomandi að fara að mæta bara beint í vinnuna daginn eftir og fara að gera þá myndi maður alltaf segja og svo einhver annar sem einmitt ég á hérna bara 5 daga og ég get hægt á öllu ég get tekið með tíma dagana eftir þá myndi maður alltaf segja bara óháð einstaklingunum líkurnar á að seinni aðilin sé að fá meira úr þessu eru bara mjög miklar. Það margfalt meiri, skilur, að því að skilur, við getum farið ignoraðan glugga með því að fara bara í ferðalag eftir ferðalag eftir ferðalag, en það þú veist, og ég viðurkenni það alveg að fyrst þegar ég byrjaði á þessu, þá hélt ég alltaf að næsta ferðalag myndi færa mér all svörin eða lækna mig. Og ég fór í mikið af ferðalagum til að byrja með og ég var að feta mig áfram í þessum heimi, en svo bara eins og flestir að þá áttaði mig á því að það er vinnan í þessum heimi sem skiptir mestu máli. Hvað gerist inn í ferðalagin ekki aðalatrið, það verður ákveðin enduræsing í taugakerfinu og það færi á þann stað að þú komin í það sem við kallum homeostasis og þú allt í einu færð aðra yfirsýn og þú skilur betur hvað af þínu hegðunarferli að vinna á móti þér, hvað að vinna með þér, hvað gott í þínu lífi en þeir sem að gera þetta, að taka sér tíma, þeir taka þetta alvarlega, að fara í svona ferðalag á ekki vera bara eitthvað spur of the moment hugmynd heldur að maður á að undirbúa sig bæði andlega, skilur allt sem slakar og taugakerfinu á okkur og styður við ferlið, vera út í náttúrunni áður maður fer í ferðalagi en aðalatri þetta eftir ferðalagi að þú búir til rými fyrir sjálfa þig og þú hlúir vel að þér, þú ert að fylgjast með því hvernig þú ert að tala við sjálfa þig og því að sko það sem að mér finnst vera í raun og veru hinn raunverulegi sjúkdómur sem að við erum að díla við, að það sjálfsfyrirlitning. Hvernig þú talar við sjálfa þig innra með þér. Jummi. Og þegar maður spyr fólk að því, hvernig talar við sjálfa þig? Að flestir, ég held ég að tala um þetta áður, en flestir, þú veist, þeim bregður svolítið þegar þú spyrði að þessu og svo stríði ég fólki og segi, myndirðu tala við börnin eins og talaði sjálfa innra með þér og allir bara, nei, aldrei, skilur og þá spyr maður, skilur, af hverju átt þú ekki skilið sömu umhyggju og kærleika eins og börnin, skilur og það engin með svari, skilur, en svo út frá þessu, þá fáum við alls konar hegðunar vandamál, skilur, og við förum að upplifa þunglindi og kvíða og annað, skilur, þetta eins og ég myndi elta því heilan dag og tala niður til þín að þér myndi ekki líða vel í enda dag, skilur, Nei. Það alveg á hreinu, þannig að skilur, allir sjúkdómar eru psychosomatic, skilur, þeir eiga uppbruna í tilfinningalíf okkar og hvernig við erum að manifesta sjúkdóma eða hvað það með neikvæðni og tala illa til okkar og líkaminn að hlusta, skilur, þannig að þetta að integrata aðalatrið í þessu, að bara að taka ábyrgð, þú veist, að ákveður að fara í svona ferðalag, það stór ákvörðun og því meira sem að þú bara setur, þú veist, bara tekur ábyrgð og tekur ábyrgð á einu heilsu, býr til rými, ert að sinna þér, skilur, fyrir og eftir, það það sem að ræður árangurinn af ferðalaginu, þú veist, bara til langstíma. En hvað með sko, að því nú hef ég verið að nota þetta svolítið sem, að því þú talaður á þannig einmitt bara þetta með heilsuna. Já. Og ég veit ekki, þú veist, að það hefur komið svolítið til mín þetta með að við séum með 3 líkama hennar gæsalappa. Þú veist, það physical body, emotional body og spiritual body. Já. Og þú veist, fyrst einmitt var maður með svo mikla væntingar, bara ég vil fá eitthvað breakthrough og þá alltaf breytast í lífinu mínu. Og svo fattar þetta bara ekkert þannig. Nei.
og þú veist, en hægt og rólega eitthvað að breytast. Já. Og ég orðin svo mikið, sko, ekki það er alveg gaman endrum og sinnum að fara í eitthvað stór ferðalög þar sem þú ferð og heimsækir eitthvað aðra vítir og færð að vera guð og eitthvað svo leiðis. En ég orðin svo skotin í því að nota þetta sem tól til að laga taugakerfi á mér. Algjörlega. Og þá það bara einmitt, þú veist, eins og þegar ég hef verið á Zanzibar í bara fullkomnum aðstæðum, frábæru veðurfari, aleinn með kærustunni með ekstra á ströndinni og við komum út úr þessu, þú veist, eftir að sólin sest og þá bara stjörnubjartur í himinn og fullkomi hitastig. Og þá hef ég náð að vera bara, þá ligg ég bara í savasana, bara loka stellingunni í jóga og ég tek kannski 1,5 gramma svepp, eitthvað svoleiðis og bara hálfan therapeutic skammta MDMA og ég næ bara að liggja eins og ég sé dauður í 3 klukkutíma. Já. Og ég er kannski búin að vera stífur í bakinu og eitthvað svona einmitt tens og svo bara allt í henni, þú veist, 2 vikur eftir, bara verkirnir eru farnir, ég er allur einhvern veginn miklu svona. Og þá hugsa ég mig, þannig ég bara að hreinsa út emotional og spiritual bodyið og það skila sér í því að þú ert alltaf í norðin bara liðugri og þið líður betur í physical líkamann. Algjörlega. Þannig slaknar á taugakerfinu og það verður ákveðin það verður útvíkkun í líkamannum þegar þú tekur þessi efni, þau hafa öll þau áhrif á taugakerfi. Og batinn liggur í því. Leiðin heim í hjarta í gegnum slökun. Þegar slaknar á þér að þá kemst inn í þetta parasympathetic mode og þú kemst inn í það sem við kallum rest and digest. Það er eina leiðin inn í hjarta, Ég leita þessar leiðar í ára raðir, bara hvernig get ég elska sjálfa mig, hvað þýðir það? Ég er ekki að fara að segja, gefa eitthvað prógram, en þessi efni hjálpuðu mér að skilja það, að bara leiðin heim í hjartað væri þarna. Og verkir eru bara skilabóð frá líkamann og halda allir að sinn bakverku sé eitthvað uník eða eitthvað óleysanlegt mál eða blað, það er engin bakverku sem ég hef hitt ennþá sem er óleysanlegur, ekki nema að það bara er keyrt yfir, En þessi áunni verkir sem við erum með í líkamannum eru skilabóð frá líkamannum, það er eitthvað úr jafnvægi, þú situr á mikið eða hvað og svo stígu inn í, eins og þú varst að lýsa og tekur svepp og þú upplifir það bara þegar það er ekkert að fara, þú getur bara legið fleiri klukkutíma, ég fæ oft fólk til okkar, við fáum allt fólk til okkar sem að það bara fer í gegnum ferðalagið og svo bara, og ég hef þá regla að ég á aldrei fyrsta orðið, þegar fólk er búið, ef það talar ekki við mig, þá bara leyfi ég að liggja, og stundum hef ég séð fólk bara liggja í 5 klukkutíma, bara kjört, og það bara hlusta tónlist og það segir ekki orð. Sem er geggja. Sem er bara geggja, og það svo kemur út úr þessu og það er bara, ég man ekki eftir á ævi minna, ég hef legið kjur í 5 klukkutíma og verið vakandi, en verið bara sultur slakur og mér langaði ekki að fara neitt og það var ekkert að gera eða neitt, það var bara að liggja og njóta þess að vera í eigin líkama og bara vera ég, og bara það eitt fyrir mér er bara þvílík gjöf, Einmitt, því fyrst var maður svolítið með þetta, að maður og ekki það, ég hef alveg upplifað alls konar hluti, fengið að sjá óútskýranlega hluti og það er rosa gaman og en síðan allt í henni hitt hennar búnt, talandi að tala vel til sjálf, fyrst var alltaf svona, það verður eitthvað að gerast og í byrjun bara, að því fyrst þegar efnin er að koma inn í líkamann þá jafnvel magnast óþreyjan og streitan, þú veist, þú fara að sjá ennþá skýrar hvað þú ert að díla við, öndun, þú finnur hvað hún er grunn og allt þetta og þá er maður svona, shit, er ekkert að fara að gerast núna og svo er ég búin að taka þessi efni og þá verður þetta brenn þá verða þegar ég er búinn og lalala svo bara byrjar að slaka á og allt í henni bara það eina sem þurfti að gerast í þessu ferðalagi var ég bara slakaði ógeðslega vel á og það er bara, þú veist ef fólk heldur að það þurfi eitthvað miklu meira að gerast heldur en bara, þú veist, í nútíma vestrænu samfélagi fyrir fólk sem býr í borgum að ná að slaka svona vel á, það er bara ógeðslega dýrmætt. Það er, sko, ég hef vana að segja það að fólk þegar það er að koma í ferðalag, það er ekki, aðalatri er ekki hvort þú fáur að sjá sýnir eða fáur öll svörin, aðalatrið er það að við náum að núllstilla í taugakerfi, ef þetta verður bara til þess, þá er bara við erum búin að stórkostlegum árangri. Og sko, eins og streita er í raun og veru bara... Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.